Svona. Góðan daginn. Við erum hér komin á fyrsta fund bæjarstjórnar 4. júní 2026. Í alla bæjarfulltrúa velkomna og þá sem eru nýir bara ennþá meira velkomna. Þeir sem eru mættir til fundar eru Gylfi Ólafsson, Kristján Þór Kristjánsson, Elísabet Samúelsdóttir, Svanfríður G. Bergvinsdóttir, Helgi Karl Guðmundsson, Marta Kristín Pálmadóttir, Jónas Þór Dóra María Arnórsdóttir, Stefán Hannibal Hafberg og Tinna Rún Snorradóttir. Fyrir 8 árum síðan var ég í framboði og tók við sem forseti. Þá var ég með hrósa fyrir að vera ungur í pólitík. Nú er ég hér sem aldursforseti bæjarstjórnar, bara svo ég var ykkur hinn við. Þið vitið aldrei hvenær kemur að þessu. Þetta er þessu starfsaldursforseti. Það fyrsta sem við tökum til máls er að það er kosning forseta. Það liggur fyrir tillaga sem er svo að forseti bæjarstjórnar verði Elísabet Samúelsdóttir, að varaforseti verði Hannibal Hafberg og að annar varaforseti verði Svanfríður Guðrún Bergvinsdóttir og leggi þetta undir samþykki bæjarstjórnar. Þeir sem samþykki þetta vinsamlega skrifa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Og biðji þá Elísabetu Samúelsdóttir óskum til hamingju forseta bæjarstjórnar að taka við. Takk Kristján. Bæjarfulltrúar og gestir. Ég þakka traustið og hlakka til að vinna með ykkur næstu árið. Við skulum bara vinda okkur beint í næsta lið sem er liður 2, nefndarmenn 2026 til 2030. Sem er kosning í bæjarráð og fastanefndir. Tillaga forseta kosningu í fastanefndir Ísafjarðarbæjar í samræmi við 48. grein samþykktar stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Fastanefndir eru bæjarráð, skóla-, íþrótta- og tómstundanefnd, velferðarnefnd, menningarmálanefnd, skipulags- og mannvirkjanefnd, umhverfis- og framkvæmdanefnd, hafnarstjórn, yfirkjörstjórn, fjallskilanefnd. Ég legg þá tillögu fram að við kjósum kosning í fastanefndir sveitarfélags fari fram í einu lagi og ber ég það undir atkvæðagreiðslu. Já, samþykkt 9-0. Með vísan til 3. málsgreinar 47. greinar sveitarstjórnarlaga lýsa B-listi Framsóknar og óháðra og C-listi Viðreisnar því yfir að lögð sé fram í sameiningu tillaga að lista við hlutbundna kosningu í eftirfarandi fastanefndir. Takst á lesturinn. Bæjarráð. Kristján Þór Kristjánsson, B-lista formaður. Elísabet Samúelsdóttir, B-lista varaformaður. Jónas Þór Birgisson, D-lista aðalmaður. Svanfríður Bergvinsdóttir, S-lista áheyrnarfulltrúi. Varamenn eru Hannibal Hafberg, B-lista, Tinna Rún Snorradóttir, B-lista, Dóra María Arnórsdóttir, D-lista og Helgi Karl Guðmundsson, S-lista er vara áheyrnarfulltrúi. Skóla-, íþrótta- og tómstundanefnd, Sigurður Albertsdóttir, C-lista formaður. Guðni Páll Viktorsson, B-lista aðalmaður, Hannibal Hafberg, B-lista varaformaður, Ásgerður Þorleifsdóttir, D-lista aðalmaður, Jónína Eyja Þórðardóttir, S-lista aðalmaður. Varamenn eru Júlía Ósk Bjarnadóttir, C-lista, Elísabet Samúelsdóttir, B-lista, Halldór Karl Valsson, B-lista, Þorvaldur Óli Ragnarsson, D-lista og Sigurrós Eldís Huldudóttir, S-lista. Velferðarnefnd. Gerður Ágústa Sigmundsdóttir, B-lista formaður, Sædís Ólöf Þórsdóttir, B-lista varaformaður, Sigþór Snorrason, C-lista aðalmaður, Grétar Örn Eiríksson Kratz, D-lista aðalmaður, Úlfar Logason, S-lista aðalmaður. Varamenn eru Katarzyna Malisevska, B-lista, Dýrleif Ómarsdóttir, B-lista, Haukur Már Harðarson, C-lista, Marta Kristín Pálmadóttir, D-lista og Rúnar Helgi Haraldsson, S-lista. Menningarmálanefnd, Arnheiður Steinþórsdóttir, C-lista formaður, Andrea Gylfadóttir, B-lista varaformaður, Snorri Karl Birgisson, D-lista aðalmaður. Varamenn eru Elísabet Samúelsdóttir, B-lista, Sigmundur Þórðarson, B-lista og Ingibjörg Andrea Hallgrímsdóttir, S-lista. Skipulags- og mannvirkjanefnd, Tinna Rún Snorradóttir, B-lista formaður, Anton Helgi Guðjónsson, B-lista varaformaður, Elísabet Margrét Jónsdóttir, B-lista aðalmaður. Dóra María Arnórsdóttir, D-lista aðalmaður og Helgi Karl Guðmundsson, S-lista aðalmaður.
Varamenn eru Gauti Geirsson B-lista, Jóhann Bæring Gunnarsson B-lista, Arnheiður Steinþórsdóttir C-lista, Grétar Örn Eiríksson Krafts D-lista, Finney Rakel Árnadóttir S-lista. Umhverfis- og framkvæmdanefnd, Hannibal Hafberg B-lista formaður, Dýrleif Ómarsdóttir B-lista aðalmaður, Halldóra Björk Norðdal C-lista varaformaður, Þorvaldur Óli Ragnarsson D-lista aðalmaður og Hrafnhildur Hrönn Óðinsdóttir S-lista aðalmaður. Varamenn eru Andrea Gylfadóttir B-lista, Halla Signý Kristjánsdóttir B-lista varamaður, Magnús Einar Magnússon C-lista, Þóra María Árnadóttir D-lista, Gísli Már Guðjónsson S-lista. Þá er hafnarstjórn, Guðni Páll Viktorsson B-lista formaður, Halla Signý Kristjánsdóttir B-lista varaformaður, Magnús Einar Magnússon C-lista aðalmaður, Marta Kristín Pálmadóttir D-lista aðalmaður, Sigurður Jón Hreinsson S-lista aðalmaður. Varamenn eru Elísabet Margrét Jónsdóttir B-lista, Hannibal Hafberg B-lista, Lísbet Harðar Ólafardóttir C-lista, Snorri Karl Birgisson D-lista og Ívona María Samson S-lista. Yfirkjörstjórn er Kristín Þóra Henriksdóttir aðalmaður, Guðný Stefanía Stefánsdóttir aðalmaður, Jóhanna Oddsdóttir aðalmaður. Varamenn eru Kristján Óskar Ásvaldsson, Anna Ragnheiður Gretarsdóttir og Dagný Finnbjörnsdóttir. Fjallskilanefnd, Jóhann Ingi Þorsteinsson B-lista formaður, Hákon Sturla Unnsteinsson B-lista varaformaður, Jónína Eyja Þórðardóttir S-lista aðalmaður. Varamenn eru Kristján Þór Kristjánsson B-lista, Kristján Jónsson B-lista og Elísabet Samúelsdóttir B-lista. Og orðið er laust þessa tillögu. Enginn hefur beðið sér hljóðs. Svanfríður, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Við viljum bara rétt beina orðin til þess að benda á að okkur fannst óvenjulega farið að uppstillingum í nefndir og ábyrgð á því að halda kynjakvóta. Það var mun meira svigrúm hjá meirihlutanum en hjá minnihlutanum sem gerði okkur töluvert erfitt fyrir. Við þökkum þó fyrir viðleitni við breytingar aðalfulltrúa meirihlutans þegar á var leitað, en í anda hins góða samstarf sem við ætlum að eiga, teljum við að það hafi verið þrengt óvenju mikið að vali minnihlutans á sínum fulltrúum og við erum bara svo athugasemd setja til ykkur. Takk. Það er fleiri sem vilja til máls, Kristján. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, takk fyrir ábendinguna. Ég held að ég hafi reynt að koma til móts við allar þær ábendingar sem ég fékk eða þær fyrirspurnir og koma til móts við þær og hefði bara viljað fá fleiri til þess að reyna þá mögulega að breyta ykkur. Takk. Kristján, fleiri sem vilja? Nei, þá bara berum við þessa tillögu upp til atkvæðagreiðslu. Hvern sem eru með. Ok, það er samþykkja. Þriðja mál dagskrár er kosningar til sveitarstjórnar 2026. Lögð fram til kynningar greinargerð yfirkjörstjórnar Ísafjarðarbæjar úrslit kosninganna. Samkvæmt 119. grein kosningalaga nr. 112/2021, dagsetta 17. maí 2026. Voruð þið laust þessa greinargerð? Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá ber ég þetta. Þetta er lagt fram til kynningar. Þá fjórða mál dagskrár málefnasamningur meirihluta Framsóknar og óháðra og Viðreisnar 2026-2030. Forseti bæjarstjórnar leggur fram til kynningar málefnasamning meirihluta nýrra bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, fulltrúar Framsóknar og óháðra og Viðreisnar. Orðið er laust. Kristján. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, hér liggur frammi fyrir málefnasamningur Framsóknar og óháðra og Viðreisnar sem við ætlum að vinna eftir á kjörtímabilinu.
Með reynslu minni í þessu þá vitum við náttúrulega að fleiri mál munu koma til kasta sveitarfélagsins. Þetta er stórt sveitarfélag og það eru alls konar þættir sem að hafa áhrif á störf okkar. Og ég hvet aðra fulltrúa sem ekki eru málans endilega að koma með mál inn í nefndir, koma sínum málum og við tökum bara vel í öll góð mál. Við hér í Framsókn Óháðum og Viðreisn erum bara hér til að vinna fyrir sveitarfélag og íbúa þess og munum taka öll góðum málum í viðleitni og til þess eru nefndirnar og við þurfum að vinna bara að þeim vel og vandlega. Ég ætla bara rétt að stikla á þessu málefnasamningi sem í skólamálum það mönnun leikskóla sem tekið sérstaklega til skoðunar til að tryggja samfellu frá fæðingarorlofi til grunnskóla, efla menntun leikskólakennara og auðvelda atvinnuþátttöku. Húsnæði grunnskólans í Ísafirði, Eyrarskjóls og Sólborgar verði stækkuð á kjörtímabilinu. Reglur verði mótaðar í samráði við starfsfólk og ungmennaráð símanotkun í skólum. Í tómstundum almennir samgöngur verði endurskoðað með sérstakri áherslu fyrir börn og ungmenni í smærri byggðakjörnum. Þjónusta við ungmenni verði efld með samstarfsverkefnum og breyttum reglum með frístundastyrki. Hoppubelgur verði settur í Holtahverfi. Innvið- og skipulagsmál, ferlar og skipulag í umhverfis- og eignasviði verða áfram endurskoðuð til að bæta þjónustu og málshraða. Skýrir mælikvarðar verða árangur verða settir upp. Tryggt verði framboð á fjölbreyttum lóðum í öllum byggðakjörnum. Aðalskipulagið verði klárað, deiluskipulag þéttingu byggðar í miðbæ verði klárað og auk annarra framfaramála í skipulagi. Í umhverfi og ásýnd Ísafjarðarbær mun leiða með góðu fordæmi að halda svæðum Ísafjarðarbæjar snyrtilegum og vel hirtum. Íbúar og fyrirtæki í öllum kjörnum verði virkjuð í átak undir forystu bæjaryfirvalda. Mótuð verði stefna göngustíga og gönguleiðir og sem meðal annars hafa það hlutverk að fjölga göngustígum og viðhalda þeim sem fyrir eru, merkja gönguleiðir og finna hvernig stígar geta nýst sem best fjölbreyttum útivistarformum. Aukinn hraði verði settur í áætlun gerð og viðhald gangstétta. Atvinnulíf, fyrirtæki og atvinnuuppbygging verður lögð að bæjarfélaginu með virku samtali og góðri þjónustu. Barist verður fyrir bættu rafkerfi, auknu umhverfisvænu sjókvíaeldi, eflingu heilsársferðaþjónustu og bættum samgöngum árið kring. Velferð, unnið verður að tímasetta aðgerðaáætlun bæta hjólastólaaðgengi, móttökuáætlun fyrir innflytjendur verður innleidd, settar verða reglur tekjutengda frístundastyrki fyrir eldri borgara, akstursþjónusta, félagsþjónusta verður efld og unnið markvisst eftir nýsamþykktri forvarnastefnu. Íþróttir, stofnaður verður hópur framtíðarskipulag Torfness, íþróttaaðstöð á Torfnessi, viðhald og tækjakaup verður aukin í íþróttamannvirkjum, skíðasvæðin 2 verða efld með áframhaldandi uppbyggingu, fundið verður staðið til uppbyggingar aðstöðu fyrir akstursíþróttir og fjallarhjólreiða sem einnig geti nýst öðrum íþróttum. Menningu, unnið verður að gerð þríhliða samning rekstur Edinborgarhús, gerð verður úttekt á rekstrarfyrirkomulagi til eflingu byggðasafns Vestfjarða, styrktarsjóður Hafna Ísafjarðarbæjar verða stækkaðir til að efla menningu og fegurð bæjarins. Stjórnsýslu fjárhagsleg markmið verða uppfærð og stefnt að enn frekari lækkun skulda, áhersla verður lögð á að byggja upp betri samvinnu og traust milli byggðakjarna, ungmennaráð verði stofnað, bærinn tekur vel í umræður sameiningu sveitarfélaga á svæðinu og vefsíða bæjarins verður breytt í isafjarðarbær.is. Samgöngur og hafnamál, móttökuhús fyrir gesti af skemmtiferðaskipa verður klárað, viðhald og nýframkvæmdir á höfnum verður aukin, rekstrarfyrirkomulag gjaldskrá hafna Ísafjarðarbær verður endurskoðuð til að uppfylla ákvæði hafnalaga og stefnt verður að aðgerðaáætlun fyrir móttöku skemmtiferðaskipa. Stefnt að aðgerðaáætlun verði endurskoðuð. Svona liggur þetta fyrir hér til kynningar. Málefnaskrafan er sennilega ekki, eins og ég sagði áðan, það munum fleiri mál koma til kastana, en þetta er það sem við ætlum að vinna og reyna að klára þessu kjörtímabili. Kristján, Þóra er næst. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Ég vil gera stutta athugasemd við þrennt í málefnasamningi hins nýja meirihluta. Í fyrsta lagi vil ég nefna framtíðarskipulag íþróttaaðstöð Torfnesi. Ég fagna því að stofna í starfshóp um málið enda liggur fyrir að skýrt framtíðarskipulag forsenda áframhaldandi uppbyggingar á svæðinu. Ég hefði þó viljað sjá meirihlutann taka skýra til orða sína framtíðarsýn. Er markmið kjörtímabilsins fyrst og fremst að vinna framtíðarskipulag eða stendur einnig til að hefja uppbyggingu? Hvernig sér meirihlutinn framtíð Torfness fyrir sér? Felst hún í stækkun núverandi aðstöðu, byggingu knatthús eða öðrum framkvæmdum? Ég tel mikilvægt að íbúar fái sem fyrst skýrari mynd af þeirri stefnu sem meirihlutinn vill fara. Í öðru lagi vil ég nefna með aðgengismál. Ég fagna því að vinna í tímasetta aðgerðaáætlun bætt aðgengi fyrir hjólastólanotendur. Ég vil þó leggja áherslu á að við þá vinnu verði haft náið samband við notendur og fatlaðs fólks á Vestfjörðum og þá sem best þekkja þær hindranir sem fólk mætir í daglegu lífi. Jafnframt er mikilvægt að horfa á aðgengismál í víðara samhengi en eingöngu út frá hjólastólnotendum. Það þarf einnig að huga að þörfum fólks með sjónskerðingu og aðrar skerðingar.
Sem dæmi hef ég nokkur ár bent á að tröppur og gólfefni hér í stjórnsýsluhúsinu getur reynst fólki með sjónskerðingu erfið. Tillögur einfaldar úrbætur, svo sem merkingar á þrepum, hafa verið til umræðu árum saman á þess að framkvæmd hafi fylgt. Ef sveitarfélagið ætlar að vera leiðandi í aðgengismálum þarf einnig að ganga fram með góðu fordæmi í eigin húsnæði. Í þriðja lagi þykir mér jákvætt að aukinn kraftur er að fara í gerð og viðhald gangstétta. Hér er að ræða uppsafnaða skuld sveitarfélagsins við íbúana og vona ég að þessu kjörtímabili verði myndarlegt átak á þessu sviði. Jafnframt vil ég leggja til að gerð verði skýr framtíðaráætlun gangstéttir sem verði birt íbúum. Með því geta íbúar séð hvaða verkefni eru framundan, fylgst með framvindu þeirra og vita hvert hverfið þeirra stendur. Ég hlakka til að fylgjast með hvernig þessi markmið þróast á kjörtímabilinu og vonast til að þau skili raunverulegum umbótum fyrir íbúa sveitarfélagsins. Takk. Þetta Dóra, Helgi næstu með orðið, gjörðu svo vel Helgi. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Takk fyrir þessa kynningu á þessum málefnasamning. Margt mjög gott og nokkrir punktar sem mig langar að koma með varðandi fyrsta punktin sem ég er mjög glaður að sé fyrsti punktur varðandi leikskólana og mönnun þeirra. Að þá bara viljum við í Samfylkingunni ítreka að setja þetta bara á oddinn og á stað sem allra fyrst. Þannig að þetta er orðið að miklu vandamáli og bara að koma þessari vinnu strax á stað. Varðandi húsnæðismál skólana í Skutulsfirði þá liggur fyrir að aðgengi að Sólborg er erfitt. Viðhorf rekstraraðila á Eyrarskjóli ekkert endilega mjög jákvætt gagnvart stækkun og við viljum hvetja meirihlutann að skoða það af alvöru að ráðast í byggingu á nýjum leikskóla í Firði. Varðandi grunnskólann þá ítrekuðum við okkar hugmyndir gaggó með félagsmiðstöð í sérhúsnæði. Varðandi almenningssamgöngur að þeir verði endurskoðaðar með sérstaka áherslu á börn og ungmenni í smærri byggðakjörnum. Það er bara mikilvægt að nota þann vetur, komandi vetur til þess að búa til áætlun sem virkar fyrir fleiri. Það sem að nú er þetta samningur endur út á næsta ári að vera þá tilbúin með þegar það er kominn tími að útboði aftur. Svo er talað um að leggja áherslu á að byggja betri samvinnu og traust milli byggðakjarna en okkur finnst að vanta sem talað starfsmann frá áhaldahúsinu eða eitthvað í þann áttina eins og tilraunarverkefni eða á Þingeyri á síðasta kjörtímabili og sem að sér inn í kjarnana eða ber ábyrgð á þeirra málum og þá er rosalega mikið rætt þetta í aðdraganda kosninga. Takk. Gylfi næstu. Má ég, þegar það er svona spurningar, má ég átekna hún er undan? Já, svona fyrir ekki að svel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég vil bæta aðeins við það sem Helgi var að segja. Í málefnasamningi meirihlutans sem liggur fyrir núna er kafli sem fjallar innviði og skipulagsmál. Í þeim kafla eru 3 mjög jákvæð atriði. Við í Samfylkingunni söknum þó eins. Hver á að byggja? Hyggst meirihlutinn treysta einkamarkaðnum til þess að sjá til þess að byggt verði fjölbreytt húsnæði sem mætir öllum okkar hópum í öllum kjörnum eða mun hann gæta þess að fjölbreytta valmöguleika fá framgöngu svo sem í samstarfi við óhagnaðardrifin leigufélög. Sömuleiðis leikur mér að forvitni að vita hvort þess verði gætt að kjörtímabilinu rísi bráðnauðsynlegar íbúðarbyggingar svo sem íbúðir fyrir 60 ára og eldri og að þeim verði komið í sölu og eða á leigu. Undir kafla atvinnulíf ásetur meirihluti bæjarstjórnar sér að laða að fyrirtæki og atvinnuuppbyggingu hér til bæjarfélagsins og að það skuli gert með virku samtali og góðri þjónustu. Ég spyr þá hvernig fyrirtæki og hvernig atvinnuuppbyggingu meirihlutinn sjáu fyrir sér og hvort aðilar vinnumarkaðarins verði hafðir með í ráðum, bæði fulltrúar atvinnurekenda og launafólk. Hún er. Næstu svel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég vil nota þetta tækifæri hérna í fyrsta
í fyrstu ræðu minni í pontu að óska nýkjörnum fulltrúum til hamingju með kjörið. Ég hlakka til samstarfsins. Þetta hafa verið áhugaverð og krefjandi en að mestu skemmtileg 4 ár sem ég hef átt hér og það er ekki tilviljun að ég bauð fram krafta mína aftur. Mér finnst þetta gaman og það gefur mér hlýtt í hjarta að reyna að vera með í liðinu sem er að hjálpast að við að gera bæinn okkar, sveitarfélagið okkar enn betri. Kristján fór yfir málefnasamninginn okkar og ég vil bara hnykkja á þessu með samtalið og samstarfið á milli meiri og minni hluta eða bara milli flokkana 4 sem eru hér í bæjarstjórn og mér sýnist að fyrirspurningar sem að hafa komið hér séu bara frábært dæmi það að hér sé fólk með hjartað á réttum stað í því. Eins og Kristján benti á að þá eru óvæntir atburðir sem að munu koma upp og að verða snúin mál sem að við vitum ekki hver eru núna, sem að munu væntanlega reyna hvað mest á okkur og þá þurfum við að standa saman og vera búin að stilla okkur saman til þess að geta tekið á því þegar það kemur. Ég veit ekki hvað það er, ef að ég vissi það þá væri það ekki óvænt, en það er regla frekar en undantekning. Nú, svo ég fara aðeins yfir þau atriði sem að hér voru nefnd að þá ræddi Þóra Mari í fyrstu Torfnes og það er náttúrulega, svo sem ég get ekki talað til punkts í öllum þessum málum en Torfnesmálið er náttúrulega mjög langt og þar vill til raunar að það er sko í nefndakerfi bæjarins virk nefnd sem átti að fjalla það. Það var tekin ákvörðun það á síðasta kjörtímabili að salta byggingu knatthús eða fjölnota íþróttahús og fara frekar í að gera yfirborðsbreytingar á völlunum 2. Að sjálfsögðu er vilji til þess að fara í raunverulega framkvæmdir, ekki bara ræða skipulag. En við höfum litið á framkvæmdaáætlunina sem svo að slökkvistöðin sé núna. Það verði einhverjir rúmmetrar af steypu sem að muni þurfa til þess að klára leikskóla og grunnskólamálið og að eftir atvikum verði þá hægt að fara í stærri framkvæmdir á Torfnesi í kjölfarið. Smærri framkvæmdir gætu átt pláss í framkvæmdaáætlun og eftir því sem að þessari vinnu gengur, eftir því sem að nefndinni gengur betur að finna hentugar sniðugar lausnir til þess að hægt sé að vinna þetta allt samhliða þá væri það mjög skemmtilegt. Hvað varðar aðgengi og notendaráð þá er það frábær ábending. Í svona knappari málefnaskrá og þá reyndum við að vera ekki að tiltaka alla hópa, heldur kannski bara svona helstu áhersluatriði en sjónskerðing, fólk sem hefur ekki íslensku sem móðurmál er líka annað dæmi þar sem aðgengi í svona breiðari mynd skiptir máli. Áhersla á rafræna stjórnsýslu hefur líka mætt andstöðu, fólk sem getur ekki nýtt sér slík tól. Og það þarf að hafa þetta í huga þegar við förum í ýmsar breytingar. Og svo tek ég bara fagnandi á móti brýningunni gangstéttir. Gangstéttir voru alveg augljóst að þetta hefur verið sama kosningabaráttu samtal sem að þið hafið átt eins og við viljum það gangstéttir voru mjög ofarlega í huga þeirra kjósenda sem að ég ræddi við í kosningabaráttunni. Nú, Helgi Karl ræddi fyrst leikskóla og ég bara þakka brýninguna. Leikskólamálin eru í mikilli deiglu. Það er verið að loka einu leikskóla til þess að geta eflt hina 2. Og svo hvað varðar húsnæðismálin og þá var þessi nefnd að störfum í vor sem átti að skoða leikskóla og grunnskólana í Skutulsfirði með heildstæðum hætti. Sú nefnd var með á tímabili tillögu að byggja bæði leikskóla og grunnskóla inn í Firði. Þessi nefnd kláraði ekki alveg þannig að það er ekki hægt að fara í útboð á grundvelli niðurstöðu þessara skýrslu. Þannig að við munum þurfa að taka þá vinnu og halda áfram að vinna með þetta það hvort að 3. leikskólinn í Skutulsfirði, stækkun á þessum 2 sem fyrir eru, hvaða lausn það er. Ég hef ekki hugmyndafræðilega sterka sýn á því, heldur bara að við finnum öfluga og góða lausn sem hægt að hrinda í framkvæmd með hagsmuni skólana og starfsfólksins þar og nemendana í fararbroddi. Og hugmyndin gaggóm í félagsmiðstöð
hérna bara frábært innlegg inn í það. Svo skildi ég nú bara umræðuna almenningssamgöngurnar sem bara mjög gagnlega brýningu og þetta með starfsmann áhaldahúsi eða hafnarinnar á hinum kjörnunum tilraunaverkefni sem var á Þingeyri. Við erum með þetta svona í hérna óformlegum málefnasamningi okkar, svona verkefnalista sem við ákváðum að birta ekki, og það helgast af því að hvaða fyrirkomulag á því heppilegast ekkert sérstaklega gott að setja inn í málefnaskrá. Það ekki hægt að tikka beinlínis í það. Við vitum ekki nákvæmlega hvað það sem að virkar. Það var gerð tilraun á Þingeyri. Hún virkaði ekki alveg. Það má reyna það aftur. Hvort að höfnin, íþróttamannvirkin, stakir starfsmenn, verktakar, áhaldahúsið. Þetta umræðan sem að mögulega þarf að fara bara niður á hvern einasta stað og jafnvel bara niður á starfsmenn, sko. Hvaða starfsmenn eru nú þegar á stöðunum og svo framvegis. Þannig að ég tek bara því sem bara góðri brýningu. Nú, Svanfríður spurði hver á að byggja og þetta eru mjög góðar ábendingar. Það hafa verið út á landi ákveðnir markaðsbrestir í því að þó að það sé skipulagt að það var ekki endilega byggt vegna þess að kostnaðurinn hefur verið mikill, söluverðið lágt og svo framvegis og þess vegna höfum við verið að velta þessu fyrir okkur og það mjög skemmtilegt þá til þess að líta að hér seinna á þessum fundi lögð fram til kynningar fundargerð bæjarráðs í maí, þar sem að inn á fundinn kom minnisblað frá sviðsstjóra velferðarsviðs, þar sem að hún bað grænt ljós að halda áfram samtali við Öryrkjabandalagið og fleiri samtök sem að hafa verið að hlutast til að byggja húsnæði. Við höfum haft áhuga á að endurskoða til dæmis eign Ísafjarðarbæjar á Hlíðarnesblokkinni og selja þær, jafnvel selja íbúðirnar í Pottgötublokkunum til þess að geta verið þá búin að kaupa einhverjar fyrstu íbúðir í stærri blokkum til þess að koma þessu áfram og jafnvel þá með óhagnaðardrifnum félögum, bæði fyrir almenna markaðinn og þá fyrir fólk í félagslega kerfinu. Þannig að ég bara sammála Svanfríði þetta og þetta þarf að vera einhver blanda af einkamarkaðnum og frumskóginum af óhagnaðardrifnum félögum sem eru bæði þá fyrir félagslega kerfið, líka fyrir fatlaða og annað slíkt. Svo spurði hún hvernig við ætlum að laða að fyrirtæki eða hvers slags fyrirtæki við ætlum að laða að og það náttúrulega bara það þarf bara að halda samtalinu opnu. Það eru mjög mörg fyrirtæki sem eru að velta fyrir sér hinu og þessu. Ég meina, Kerecis á eftir að byggja sínar höfuðstöðvar og þar eru mjög góð störf sem eru fjölbreytt í menntunarskala og fjölbreytt í skalanum laun og það bara borga vel þar. En það eru líka hugmyndir gagnaver, það eru hugmyndir ýmiss konar uppbyggingu sem að tengjast laxeldi, fiskveiðum, ferðaþjónustu og svo framvegis. Við tökum þetta bara hvert verkefni fyrir sig og að sjálfsögðu viljum tryggja það að þau félög, þau fyrirtæki sem eru hér, að þau borgi mænsamandi laun og þetta séu fyrirtæki sem að raunverulega búa til verðmæti fyrir samfélagi því að þá verður til afgangur til þess að borga vel og gera vel fyrir starfsfólk. En ég vil bara ítreka bara þakkir fyrir þetta. Það augljóst að samtalið byrja vel og ég hlakkar til áframhaldandi samstarfs með ykkur. Gylfi, Kristján og næstum. Virðulegur forseti, aðeins að frá nokkrum frábærar athugasemdir. Eins og ég sagði, það verður náttúrulega ekki ítreka en bara biðja ykkur að hafa nefndamenn mjög virka og að þið séuð að gefa þeim þau tól og tæki sem að þið viljið leggja upp í og þið viljið koma á framfæri þegar þetta vinnum í nefndunum saman, svo fyrir til bæjarráð. Varðandi Torfnesmálið þá ekkert ákveðið hvort við ætlum að reisa eða byggja eitthvað. Við höfum talað fyrir því í kosningabaráttunum, við höfum talað fyrir því að við höldum að skólamálin séu á undan leikskóla og grunnskólum, við þurfum að klára þau. Grunnskólinn sprunginn og leikskólamálin í vandræðum, en ef við getum gert meira þá munum við að sjálfsögðu fara í annað. Torfnesmálið þar þurfum við að búa bara til flott
og gott erindisbréf fyrir nefndina þar sem við þurfum að gefa út hvað við viljum fá frá nefndinni. Það er mjög mikilvægt að gerist erindisbréf vel, viljum við að þeir séu að kostnaðargreina allt frá sundlaug til íþróttahús til hvað sem er. Þannig að ég held að við þurfum bara að byrja að vinna erindisbréfið vel, þá fáum við það út úr nefndinni sem við getum þá nota seinna og gera það vel. Sólborg, aðgengismál, nýr leikskóli og gaggó og allt þetta, ég held að sé rosalega mikilvægt líka að hlusta á starfsfólkið. Við töluðum við bæði skóla, stjórnendur og kennara og aðra, þetta skiptir líka máli varðandi mönnun, þegar það eru veikindi og annað slíkt, þá eru kannski stærri stöðar jafnvel betri, fengu ábendingum. Það eru forvarnir, þegar það eru kennarar úr gaggó að fara niður og kenna í forföllum í yngri deildum og öðru slíku, þannig að það gæti verið vesen að vera með þetta tvískipti eða á fleiri stöðum, en ég held að þetta sé bara, við þurfum bara að gera þetta í samstarfi við skólastjórnendur og leikskólakennara og kennara, hvernig best er að gera þetta, og þá við líka, við þurfum kannski að horfa líka þangað, ekki bara ákveða að reisa einhverju, þetta er ekki bara steypa, sko, þetta er líka þjónusta. Já, ég held að það fari vel yfir, sko, það sem að það er rosalega flott verkefni byrjað inn á velferðarsviði núna og umræða við Þroskahjálp að setja mögulega byggingu á húsnæði fyrir þau, og ég myndi endilega vilja halda því áfram. Og varðandi sko hvernig fyrirtækjana slíkt, Vestfjarðastofa hefur svona, ég held að það þróist svolítið, en Vestfjarðastofa hefur áhuga á að setja jafnvel af stað einhvers konar nýsköpunarsetur eða annað slíkt, og ég er mjög áhugasamur að taka þátt í ykkur svoleiðis. Ísafjarðarbær hefur verið mjög mikill nýsköpunarbær, Póls, Keresis, 3X og allt þetta, þannig að ég er bara mjög mikið áhuga á einhverju slíku líka. Kristján, fleiri sem vilja taka til máls, Svanfríður? Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég vil þakka kærlega fyrir svörin sem við fengið hérna og bara hlakka til samstarfið sem er framöndan. Mér langar bara að benda létt á það að þegar við tölum óhagnaðardrifin leigufélög þá erum við ekki að tala íbúðir innan félagslega kerfisins. Við erum að tala íbúðir fyrir venjulegt launafólk sem þarf öruggt húsnæði og að þetta er arftaki verkamannabústaðakerfisins. Þannig að Bjarg til dæmis eigu ASÍ og BSRB og því trúi ég því að flestir félagsmenn hér á svæðinu eigi aðgengi þar að, þannig ég bara hvet ykkur til að skoða það og bara takk heilega fyrir. Þeir sem við tekjum máls. Þá er þetta bara lagt fram til kynningar og næsta mál á dagskrá. Mál númer 5, fundi bæjarstjórnar 2026-2030 sumarleyfi 2026. Tillaga forseta að sumarleyfi bæjarstjórnar verði 2 mánuðir í júlí og ágúst 2026 og að bæjarstjórn komi saman til fyrsta fundar að loknu sumarleyfi 3. september 2026 í samræmi við 4. málsgrein 8. greinar samþykkta Ísafjarðarbæjar. Meðan á sumarleyfi bæjarstjórnar stendur fer bæjarráð með sömu heimildir og bæjarstjórn hefur ekki. Og orðið laust þetta. Virðulegur forseti, fulltrúar, tilheyrendur, aðeins til útskýringar á þessu, þá eru flestar nefndir í sumarleyfum á sumrin, það er lítið að vera, en ef eitthvað skyldi koma upp og annars slíkt þá ætla ég bara að lofa því hér sem formaður bæjarráðs að það muni engin viðamikil mál sem er verulega kostnaðarsöm eða eitthvað annars slíkt vera tekið fyrir bara í bæjarráði. Annaðhvort verður þeim þá ef það er hægt fresta fram á bæjarstjórn eða bæjarstjórn verður kölluð til. Þakka fyrir þetta, þeir sem vilja taka til máls. Þá ber ég þetta upp til atkvæðagreiðslu. Þetta er samþykkt. Með öllum greiddum atkvæðum. Þá er það 6. mál á dagskrá, það er ráðning bæjarstjóra 2026, tillaga forseta ráðningu Gylfa Ólafssonar sem bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. Jafnframt er lagður fram til samþykktar ráðningarsamningur. Orðið er laust þetta mál. Kristján. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Þetta er sennilega 5. samningurinn sem er tekinn fyrir hér þegar ég byrjaði sem bæjarfulltrúi. Vona ég að ég þurfi ekki að gera
eða taka afstöðu til annars. Það eru örlitlar breytingar, eða það eru gerðar breytingar á þessu samningi við þessum samningar sem hafa verið gerðir áður við bæjarstjóra síðan ég tók við. Það eru helst í því að föst laun bæjarstjóra eru hækkuð upp í þingfararkaup en yfirvinna og yfirvinnustundum lækkað. Mér fannst ekki góður bragur á því að það þurfi endilega 60 klukkustundir til þess að hafa laun, þannig að við ákváðum að hækka föst laun bæjarstjóra en að lækka fösta yfirvinnu. Þessi fasta yfirvinna er víða í stjórnkerfi á Íslandi og ég held við þurfum á einhverju leyti að vinna okkur út úr því á einhverjum tímapunkti. Bifreiðastyrkur og annað er ennþá í samræmi við gamla samninginn. Það sem við breyttum líka núna að bæjarstjóri hefur alltaf fengið 6 mánuði í lok í biðlaun, í lok hvers kjörtímabils. Við höfum minnkað það niður í 3 mánuði eftir kjörtímabilið, nema náttúrulega að hann haldi áfram, hann haldi ekki í biðlaun. Þetta eru helstu breytingar sem eru gerðar. Samningurinn er ennþá útreiknaður af launavísitölu sem er ekki að mínu skapi en það þarf að gera ákveðnar breytingar innan stjórnkerfisins. Það eru starfsmenn hérna sem eru enn að vinna með launavísitölu og það þarf hægt og rólega að fara að skoða hvernig við gerum þessa launavísitölu því að það er óeðlilegt að ég segi bara hér að sviðsstjórar séu að hækka kannski út frá launavísitölu en ekki bæjarstjóri. En þetta er eitthvað sem ég hef áhuga á að skoða og myndi vilja það ræða bara frekar við pólitíkina. En þetta eru þær breytingar sem gerðar, ekki eru gerðar aðrar breytingar á samningnum. Brynja Kristján, Þóra næst, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég geri nú ráð fyrir því að Gylfi verði ráðinn bæjarstjóri hér í dag og vil því byrja á óskandi með starfi. Það lítur að vera bæði flókið og krefjandi hlutverk að gegna starfi bæjarstjóra samhliða því að sitja í bæjarstjórn. Það reynir á jafnvægi gagnvart bæði stjórnsýslunni og pólitíkinni. Við þessa umræðu vil ég jafnframt vekja athygli á einu atriði í ráðningarsamningi sem Kristján hefur þegar komið inn á, er að það hefur lengi verið ákveðið misræmi milli kjara bæjarstjóra og sviðsstjóra annars vegar og annarra starfsmanna bæjarins hins vegar. Laun bæjarstjóra og sviðsstjóra eru bundin launavísitölu og taka því hækkunum í janúar hverju ári á meðan laun annarra starfsmanna fylgja almennum kjarasamningum. Mér finnst eðlilegt að þetta fyrirkomulag verði skoðað og rætt á komandi kjörtímabili. Ég vil jafnframt óska nýja meirihluta til hamingju með myndun meirihlutans. Ábyrgðin sem fylgir því er mikil og við í minnihlutanum munum að sjálfsögðu styðja góð mál og vinna að framgangi þeirra en leið veita það aðhald sem hlutverk okkar kallar á. Góð samvinna í sveitarstjórn byggir á samvinnu allra, hvort sem það er í bæjarstjórn, bæjarráði eða nefndum. Ég tel að líkt og Svanfríður benti á áðan að betra hefði mátt standa að samtali skipan í nefndir meðal annars með hliðsjón af kynjahlutföllum en það er alltaf svigrúm til að bæta samstarfið. Það verður fróðlegt að sjá hvernig samstarf nýs bæjarstjóra við meirihluta og minnihluta þróast á kjörtímabilinu en á því bera allir ábyrgð. Ég bind vonir á samtal, virðing og gott samstarf einkenni störf okkar á komandi kjörtímabili í þágu íbúa Ísafjarðarbæjar. Takk fyrir. Þóra, fleiri sem taka til máls? Og er það ekki? Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Við viljum óska nýjum bæjarstjóra tilvonandi til hamingju með starfið og velfarnaðar á nýjum vettvangi í þjónustu fyrir bæjarfélagið okkar. Við viljum náttúrulega bara gera sömu athugasemd og Kristján kom inn á og Þóra og fögnum því að það sé vilji til þess að endurskoða þetta. Það er ekki fleiri sem taka til máls, Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það stefnir í að ég verði ráðinn bæjarstjóri. Ég er auðmjúkur gagnvart þessu ábyrgðarmikla embætti. Ég vil taka sérstaklega undir orð Þóru um að við berum öll ábyrgð á að samstarfið verði gott og ég mun taka mjög hátíðlega mínum parti í því samtali og það mun ekki standa mér við endurskoðun á samningum ef að viljið til þess að kjörtímabili. Takk fyrir.
Þeir sem vil taka þetta máls? Nei, þá ber ég þessa tillögu upp til atkvæðagreiðslu Þú verður að gera það og það eru 5 sem að kjósa með og á móti eða sitja hjá. Ég vil sitja hjá. Þá er næsta mál á dagskrá mál númer 7 samþykkt stjórn Ísafjarðarbæjar, breyting. Já, forseti leggur fram til nýrrar fyrri umræðu og samþykktar breytingar á 8. og 48. grein samþykkta stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarskap bæjarstjórnar í samræmi við minnisblað en ein umræða fór fram á síðasta kjörtímabili. Já, orðiðlaust er mitt. Einhver sem vil taka til máls? Já, sko, ég get forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Við þurfum 2 nýjar umræður. Aðdragandi þessa máls er þessi, það eru risaeðlur í bæjarmálasamþykktinni sem ákveðið var að byrja að hreinsa upp í blálok síðasta kjörtímabils og svo var gert ráð fyrir þá að seinni umræðan er núna, það er alltaf 2 umræður breytingar á bæjarmálasamþykkt. Svo vildum við bæta við breytingu að tilgreina ekki bæjarmálasamþykkt raunverulega klukkustundina sem að bæjarstjórnarfundir eru og þá var verið að fá viðurkenna hér úr þessari pontu gerðum við ráð fyrir að þetta væri smávægileg breyting sem að þyrfti ekki þá að efna til fyrri umræðu og svo sem sagt í raun þá að búa til 3. umræðuna en ef það er niðurstaðan þá ætti það ekki að skipta alltaf miklu máli og við myndum þá taka seinni umræðuna á næsta bæjarstjórnarfundi. En þetta eru ekki stórvægileg mál. Já. Þá vísum við þessu máli til síðari umræðu. Þá er 8. mál stjórn fasteigna Ísafjarðarbæjar 2026-2030. Boðað verður til auka aðalfundar stjórnar fasteigna Ísafjarðarbæjar 2026 síðar í júní og leggur forseti til að ný stjórn verði skipuð Kristjáni Þór Kristjánssyni, Svanfríði Bergvinsdóttur og Gylfa Ólafssyni. Orðiðlaust þessa tillögu. Engin máls, þá ber ég hann upp til samþykktar eða já, á hún samþykkt 9-0. 9. mál kosningu fulltrúaráð velferðarþjónustu Vestfjarða 2026-2030 til að forseta kosningu fulltrúaráðs velferðarþjónustu Vestfjarða. Forseti leggur fram tillögu að Gerður Ágústa Sigmundsdóttir verði aðalfulltrúi og Nanný Arna Guðmundsdóttir verði varafulltrúi. Orðiðlaust með þessa tillögu og engin gefur þessi hljóðs, þá ber ég hann upp til atkvæða. Atkvæðagreiðsla þessa, það er samþykkt 9-0. Þá er það 10. mál, landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga 2026-2030 til að forseta kosningu á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Forseti leggur fram þá tillögu að Kristján Þór Kristjánsson, Jónas Þór Birgisson og Svanfríður Bergvinsdóttir verði aðalfulltrúar og Elísabet Samúelsdóttir, Þóra María Arnórsdóttir og Helgi Karl Guðmundsson verði varafulltrúar. Orðiðlaust með þessa tillögu. Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá legg ég þessa tillögu upp til atkvæða og það er samþykkt 9-0. 11. mál fulltrúaráð Vestfjarðastofu 2026-2030 til að forseta kosningu í fulltrúaráð Vestfjarðastofu. Forseti leggur fram tillögu að Kristján Þór Kristjánsson verði aðalfulltrúi og Elísabet Samúelsdóttir verði varafulltrúi. Orðiðlaust þessa tillögu. Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá legg ég þetta til atkvæðagreiðslu. Samþykkt 9-0. 12. mál kjörnefnd fjórðungssambands Vestfirðinga til að forseta kosningu í kjörnefnd fjórðungssambands Vestfirðinga 2026-2030.
Forseti leggur fram tillögu að Kristján Þór Kristjánsson verði fulltrúi í kjörnefnd. Orðið er lausn þessa tillögu. Gjörðu svo vel, Kristján. Já, virðulegi forseti, bæði fulltrúar, aðrir tilheyrendur þarna vil ég bara benda okkur öllum á að ef þið hafið áhuga á að sitja í einhverjum nefndum innan Vestfjarðastofu, þetta er innviðanefnd og þetta eru fleiri nefndir sem að vert er að skoða, endilega kíkið á það og hafið samband við mig því að við þurfum okkar fólk þarna inni og þannig að endilega tekkið á þessu, verið í sambandi við mig ef þið hafið áhuga og ég reyni mitt besta sem fulltrúi kjörnefndar að koma okkur að þar. Þetta Kristján, þeir sem vilja taka til máls, skilur gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég vil í þessu samhengi einnig benda á að það er kjörnefnd líka sem að sér stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga og ég held að, og það eru svo sem víðar ýmis ráðnefndir og stjórnir sem að við Vestfirðingar og við íbúar í Ísafjarðarbæ þurfum að passa að við sækjumst eftir til þess að það séu nöfn frá okkur í púkinu. Og nú síðast setti ég nafni mitt í púkið við kjörnefnd í stjórn Lánasjóðs íslenskra sveitarfélaga og mér var kippt inn í varastjórn. Þannig að þeir fiskar sem róa og við þurfum að passa að það séu raddir okkar frá þessu svæði í öllum þessum stjórnum og ráðum og svo framvegis. Þannig að ég hvet ykkur til þess að vera ekki feimið við það. Þetta tími, þeir sem vilja taka til máls, svo ekki, þá ber ég þessa tillögu upp til atkvæðagreiðslu. Með samþykkt 9-0. 13. mál svæðisskipulagsnefnd Vestfjarða til að forseta kosningu í svæðisskipulagsnefnd Vestfjarða 2026-2030. Forseti leggur fram tillögu að Tinna Rún Snorradóttir verði aðalfulltrúi og Grétar Örn Eiríksson Kratz verði varafulltrúi. Orðið er lausn þessa tillögu. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Svæðisskipulagið var samþykkt í blálok síðasta kjörtímabils og er núna til umsagnar hjá HMS eins og hún heitir núna. Þannig að þessi nefnd verður ekki neitt sérstaklega virka til þess að byrja með vegna þess að hún í raun er bara sitjandi nefnd eða sem sagt hún er kölluð til ef að gera þar breytingar á svæðisskipulaginu. Úr því að það er nýbúið að þá er ekki líklegt að það verði komið mikið til kasta hennar. Við gerum tillögu að Tinna verði okkar fulltrúi í þessu verandi formaður í skipulags- og mannvirkjanefnd. Ég vil í þessu samhengi benda á að sambærileg eða systurnefnd er til sem að fjallar strandsvæðisskipulagið. Það kemur í hlut kjörnefndar Fjórðungssambandsins að skipa í hana, en þetta eru áþekk fyrirbæri, þetta er sitjandi nefnd sem að tekur til meðferðar breytingatillögur á gildandi skipulagi. Þetta tími, þeir sem vilja taka til máls, svo ekki, þá ber ég þetta tillögu upp til atkvæðagreiðslu. Það er samþykkt 9-0. 14. máli Farsældarráð Vestfjarða til að forseta kosningu í Farsældarráð Vestfjarða 2026-2030. Forseti leggur fram tillögu að Elísabet Samúelsdóttir verði aðalfulltrúi og Dagný Finnbjörnsdóttir verði varafulltrúi og að það sitji báðar í Farsældarráði og í stjórn ráðsins. Orðið er lausn þessa tillögu. Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá ber ég þessa tillögu upp til atkvæðagreiðslu og það er samþykkt 9-0. 15. mál Úrgangsráð Vestfjarða til að forseta kosningu í Úrgangsráð Vestfjarða 2026-2030. Forseti leggur fram tillögu að Hannibal Hafberg verði aðalfulltrúi og Þorvaldur Óli Ragnarsson verði varafulltrúi. Orðið er lausn þessa tillögu og enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá ber ég þessa tillögu upp til atkvæða og tillagan er samþykkt 9-0. 16. mál á dagskrá stjórn hvetjanda. Boðað hefur verið til aðalfundar hvetjanda 23. júní 2026 og situr Nanný Arna Guðmundsdóttir í stjórn hvetjanda fyrir hönd Ísafjarðarbæjar. Forseti leggur til að umboð hennar verði staðfest. Orðið er lausn þessa tillögu. Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá ber ég hana upp til atkvæðagreiðslu og það er samþykkt 9-0. 17. mál fulltrúaráð Háskólaseturs Vestfjarða til að forseta kosningu í fulltrúaráð Háskólaseturs Vestfjarða 2026-2030.
Forseti leggur fram tillögu að Gylfi Ólafsson verði aðalfulltrúi og Kristján Þór Kristjánsson verði varafulltrúi. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá ber ég þessa tillögu upp til atkvæðagreiðslu. Það er samþykkt 9-0. 18. mál, skólanefnd tónlistarskóla Ísafjarðar. Tillaga forseta kosningu í skólanefnd tónlistarskóla Ísafjarðar 2026-2030. Forseti leggur fram tillögu að Dóra Hlín Gísladóttir verði aðalfulltrúi og Guðmundur Magnús Kristjánsson varafulltrúi. Orðið er laust þessa tillögu og enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá ber ég þessa tillögu til atkvæðagreiðslu. Það er samþykkt 9-0. 19. mál, fulltrúaráð EBI, Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélags Íslands. Tillaga forseta kosningu í fulltrúaráð Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélags Íslands 2026-2030. Forseti leggur fram tillögu að Bryndís Ósk Jónsdóttir verði aðalfulltrúi og Edda María Hagalín varafulltrúi. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn hefur kveðið sér hljóðs. Það er þessa tillögu til atkvæða og hún er samþykkt 9-0. 20. mál, á dagskrá aukaþing fjórðungsþings Vestfirðinga að vori. Lögð fram til kynningar þinggerð aukaþings fjórðungssamband Vestfirðinga sem haldið var 15. apríl 2026. Já, þetta er lagt fram til kynningar. Já, orðið er laust þetta mál, einmitt. Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá legg ég þetta fram til kynningar. 21. mál, 71. fjórðungsþing Vestfirðinga á kosningaári lagt fram til kynningar boð á 71. fjórðungsþing Vestfirðinga en þingið er haldið 24. júní 2026 í fjarfundi. Orðið er laust þetta mál. Gjörðu svo vel, Gylfi. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég vil bara hnykkja á þessum tveimur málum hér, 20. máli og 21. máli, að það var haldið aukaþing í vor til þess að ganga frá ásetningi og ýmsum öðrum formsatriðum, en svo er þá haldið þetta aukaþing núna í júní til þess að skipta út þeim fulltrúum sem hafa misst umboð sitt og setja aðra í staðinn, og það er þá sem að kjörnefndin sem að Kristján hefur verið skipaður í leggur fram sína tillögu og hún verður eftir atvikum samþykkt í öllu falli verið fjallað hana þar. Og ýmislegt annað þetta er í fjarfundi og ég hvet ykkur til þess að vera með á þessum fundi. Hann á ekki að taka neitt ýkja langan tíma. Á vettvangi fjórðungssambandsins er verið að vinna mjög mörgum merkilegum og mikilvægum málum og þar er ég hvet ykkur eindregið til þess að vera virk þar. Segi ég bæði sem bæjarfulltrúi og sem sitjandi stjórnarformaður þessa félags. Var eitthvað sem ég ætlaði að segja hérna? Já, það er málinu, þið skulið ekki vera feimin við að hafa samband við Kristján, vegna þess að það er þannig að það er bara einn sveitarstjóri sem mun halda sæti sínu eftir þessar kosningar. Það er Gerður í Vesturbyggð og 62% allra bæjarfulltrúa eða fulltrúa í sveitarstjórnum á Vestfjarðakjálkunum eru nýir. Sem sagt 2/3 nálega eru nýir, þannig að þið þurfið ekki að vera með minnumáttarkennd, þið sem eru nýir í sveitarstjórn. Þið þurfið ekki að vera með minnumáttarkennd að setjast í þetta ráð. Þið getið alveg gert það strax vegna þess að það eru rosalega margir sem hafa ekkert mikið meira að vita á þessu heldur en þið. Já. Fleiri sem vilja taka til máls þessum lið? Nei. Þá legg ég þetta fram til kynningar. Við erum þá búið með komin að fundagerðum, þannig að fundagerð til kynningar. Það er 22. mál, það er bæjarráð, lögð fram til kynningar fundagerð númer 1369, fundur bæjarráðs, en fundur var haldinn 7. maí 2026. Fundagerðin er 15 liðum og orðið er laust þessa fundagerð. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég hef nú rætt þetta á fundi með Hannibal og Tinnu, en vil taka hér upp svona mína
mína sýn á þetta sem ég lærði nú af Nanni Örnu sérstaklega að það er góður bragur á því að fulltrúar í nefndum komi og segi stuttlega frá helstu atriðum sem eru í fundargerðum og það sé þá hægt að eiga umræðu helstu mál í heyranda hljóði það hvað hæst hefur borið í starfi nefnda. Nú er þetta hér fundargerð frá bæjarráði síðasta kjörtímabils og þá háttaði þannig til að bæði ég og Kristján sátum þar við samþykktum að bæjarstjóra yrði falið að ganga til samninga við fyrirtæki vegna lýsingar á Torfnesvellinum, samþykktum gáfum gott veður fyrir sviðsstjóra velferðarsviðs að halda áfram viðræðum við Þroskahjálp byggingu fjölbýlishús með þjónustukjarna og tókum fyrir ýmis önnur framfaramál, ekkert svona kannski sem að sérstaklega er orð á hafandi. En ég vildi bara taka þetta upp hérna að það er gott að koma og eiga hérna að þessi síðasti liður, þó að það sé ekki verið að formlega afgreiða mál, að hann sé hér úr góð vettvangur til þess að ræða málefni bæjarins í stórlagsmál. Þetta gerir við. Fleiri sem vilja taka þetta máls? Nei, þá er þessi fundargerð lögð fram til kynningar og það er næsta fundargerð mál 23, það er fjallskilanefnd. Lögð fram til kynningar fundargerð 20. fundar fjallskilanefndar en fundur var haldinn 11. maí 2026. Fundargerðin er í 2 liðum. Orðið er lausn þessa fundargerð. Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá legg ég þessa fundargerð fram til kynningar. Mál 24, menningarmálanefnd, lögð fram til kynningar fundargerð 180. fundar menningarmálanefndar en fundur var haldinn 8. maí 2026. Fundargerðin er í 7 liðum. Orðið er lausn þessa fundargerð. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, á þessum fundi menningarmálanefndar var fyrsta mál 30 ára afmæli Ísafjarðarbæjar sem að haldið var hátíðlegt núna í upphafi þessari viku. Ég vil hrósa starfsmönnum og nefndinni fyrir vel heppnað afmæli. Þetta var vel til fundið, það var gaman að þessu og mér fannst þetta vera látlaust en samt hátíðlegt. Það var ekki, bara einstaklega vel heppnað. Svo eru mikil framfaramál sem eru lóða höndum safnasvæðisins í Neðsta Kaupstað til dæmis sem ég fagna sérstaklega og svo vil ég benda nýjum bæjarfulltrúum á að þarna sjáum við þau 2 mál þar sem að sárast kveður að trúnaði í starfi nefnda. Það er annars vegar þegar fjallkona og ræðumenn og bæjarlistamenn eru valdir af menningarmálanefnd og enginn fara að vita nema nefndi sjálf og þegar íþróttamaður ársins er valinn af skóla, íþrótt og tómstundnefnd og enginn fara að vita fyrir það er komið og ég ítrekka reynda að komast fram hjá þessu trúnaði og það gengur aldrei. Þannig að ég vil mótmæla því. Nei, þá er hún lögð fram til kynningar og næsta mál er mál 25, skipulags- og mannvirkjanefnd. Lögð fram til kynningar 672. fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 13. maí 2026. Fundargerðin er í 10 liðum. Orðið er lausn þessa fundargerð. Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá legg ég hana fram til kynningar. Mál 26, skóla, íþrótta og tómstundanefnd. Lögð fram til kynningar fundargerð 180. fundar skóla, íþrótta og tómstundanefndar en fundur var haldinn 12. maí 2026. Fundargerðin er í 5 liðum og orðið er lausn þessa fundargerð. Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá er sú fundargerð lögð fram til kynningar og þá er dagskráin tæmd og ég slít fundi með þessum flotta hamri klukkan 6.